Komið sæl, hún sest hérna hjá mér Berglind Rós Magnúsdóttir, dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og doktor í menntunarfræðum frá Cambridge í Bretlandi. Velkomin Berglind. Takk fyrir. Mér langar til þess að fá þig aðeins til þess að ræða þessa MeToo-byltingu og þú ert sérfræðingur í þessum menntamálum og í grunninn mér langaði bara til að spyrja þig hvar eigum við að byrja til þess að halda þessari umræðu áfram og svona byrja snemma, koma í rauninni veg fyrir þessi kúltúr sem við greinilega höfum búið svona lengi haldi áfram? Já, það er mjög góður punktur að við megum ekki sofna á verðinum og nýta samtakamáttinn sem að byltingin hefur framkallað núna og auðvitað opnar hún möguleika fyrir nýjum viðmiðum en við þurfum að fylgja opnuninni eftir með aðgerðaráætlunum fyrir allar helstu valdastofnanir samfélagsins. Og þar er náttúrulega skólinn í lykilhlutverki. Það hefur mikið verið rætt karlmennskuna í þessu samhengi og mögulega einhvern veginn það sem við höfum upplifað sem karlmennsku sé bara skaðlegt fyrir bæði kynin. Já, þetta mér langar aðeins til að hefja þessa umræðu aðeins hærra og fjalla svolítið bara kynjakerfið almennt og það byggir kynjakerfið okkur sem er eitt af stærri valdakerfum samfélagsins. Það byggir á menningartengdum hugmyndum bæði karlmennsku og kvenleika, hvað okkur þykir merkilegt, hvers konar karlmennska fær vægi í samfélaginu. Hvers konar karlmennsku berum við virðingu fyrir, það er menningartengt og það er mismunandi eftir hópum samfélagsins. Og það þarf ekki að vera að við berum samskonar virðingu fyrir karlmennsku í Sjávarþorpinu eða í miðbæ Reykjavíkur. Þannig að þetta er að sjálfsögðu aðstæðubundið og menningartengt. Þannig að við þurfum að velta fyrir okkur hvert okkar það sem við erum. Til dæmis eins og hverju verða leiðtogar meðal úlinga, meðal drengja og meðal stúlkna. Hvað telst virðingaverð hegðun í úlingahópnum? Stundum er það einmitt skaðilegt og oft talað gjald karlmennskunar í því sambandi að það þarf einhvern veginn að aðgreina sig frá sterkum og miklum tilfinningum, byrgja inni vonbrigði og sorgir. Þetta sem hefur kannski verið tengt við kvenlega gildi ykkur. Og láta þá finna það fyrir því þá drengi sem að uppfylla ekki þessar karlmennsku hugmyndir. Þannig að þeir lenda þá gjarnan neðst í stigveldinu og ekki síst þeir sem að hægt að tengja með einhverjum hætti við kvenleika. Og það tengist oft homofóbíu. Og bara hæð drengja, líkamsburðum, hreyfingum. Þannig að við erum alltaf einhvern veginn að aga hvert annað og krakkar byrja að aga hvert annað í átt að mjög afmörkuðum og tilteknum hugmyndum karlmennsku og kvenleika mjög snemma. Og þá þurfum við að velta fyrir okkur hvernig skólakerfi getur komið inn í það og auðvitað foreldrar og samfélagið í heild. Já. Og er þetta gert að einhverju leyti? Er þetta partur af kennslu í menntunarfræðum og bara í kennaranáminu eða hefur þetta verið rætt eitthvað? Já, við erum nokkur innan Háskóla Íslands sem höfum verið að kenna kynjafræði menntunar og kynjafræði almennt. En því miður hefur ekki fengist vilyrði fyrir því að þetta verði gert að skyldu í kennaranámi. En núna hefur Háskóli Íslands birt aðgerðaráætlun í kjölfar MeToo-byltingarinnar þar sem að kemur fram að nú þurfi að gera þetta að skyldu. Og þá ekki bara fyrir leik- og grunnskólakennara og framhaldsskólakennara heldur líka þá sem að fást við frístundirnar og koma bara almennt inn í líf barna. Og hvernig fyrir foreldrar til dæmis, ég meina, finnst þér vera þörf á því að bara samfélagið allt og þar að leiðandi þetta foreldrar sem alveg börn, endurskoði kannski hvernig þau tala við börnin sín þetta, er ekki nauðsynlegt bara að tala við börnin þessa byltingu sem er í gangi núna? Jú. Hvaða breytingar þarf að gera þarna? Jú, það er samt alltaf vandasamt að tala svona ofbeldismál og viðkvæm málefni og það má segja að fólk sé almennt bara í sjokki yfir því hversu alvarlegar
ofbeldis tengdar sögurnar eru og við þurfum kannski svona pínlítið bara að anda inn með nefinu og leyfa okkur að bara jafna okkur og ná svona yfirvegun og halda svo áfram og velta því fyrir okkur hvernig við getum einmitt flétta þessu inn í umræður með börnum án þess að einhvern veginn skaða þau. Já. Hjallastefnan hefur náttúrulega verið í rauninni kannski framarlega og jafnvel fremst í þessari umræðu á Íslandi. Þar er kynjunum mikið til haldið frá hver öðru og þar einhvern veginn halda þau fram að strákarnir fái kannski að meiri tíma til þess að dunda sér og stelpurnar þá meiri tíma til þess að vera hávarar og taka pláss þegar kynir eru aðskilin. Er þetta eitthvað sem mögulega við ættum að gera meira af eða hvernig er litið á þetta innan fræðasamfélagsins? Sko, mér langar bara til að byrja á því að hæla Hjallastefnuskólanum fyrir að setja kynjajafnrétti í öndvegi í sínu starfi og það er náttúrulega til fyrirmyndar. Því það er ekki þannig í öllum skólum landsins. Hins vegar er það umdeilt í fræðunum almennt hvort og þá hvenær hrein kynjaskipting á við og hversu mikið gagn er af henni. Og það hefur náttúrulega verið viðurkennt að í greinum eða á vettvangu þar sem hallar mjög á annað kynið getur verið gagnaði að tímabundið að leyfa öðru kyninu að nota rýmið án truflunar og kannski þekktasta dæmið sem við höfum í dag og mjög árangursríkt að mínum mati stelpur rokka. Þar sem að konur hafa í rauninni verið jaðarsettar í pop og rocktónlist bara langa hríð og þar á brattan að sækja og það getur verið í einmitt afmarkaðan tíma mjög gott að leyfa stelpunum að fá rýmið og það oft verið talað að strákar taki meira rými líkamlega og félagslega ég til dæmis á bara leikvellinum eða inn í skólastofunni og svo framvegis. En hins vegar ekkert þar með sagt að það að gilda allan skóladaginn. Og það kannski... Búin átti í svona blönduðu samfélagi allra kynja. Og til dæmis hefur komið fram að kynja blandaðir vinahópar eru mjög jákvæð leið til þess að minnka þessar svona staðalmyndir sem að krakkar hafa. Og kannski eitthvað sem að foreldrar ætti að hafa í huga. Já, að reyna að búa til blandaða vinahópa, það er mjög jákvætt. Já. Og vinna þannig gegn staðalmyndunum, vegna þess að kynhreinir hópar þeir geta líka ýkt upp staðalmyndirnar innbyrðis. Já. En ég auðvitað veit ég að Hjallastefnu skólarnir eru auðvitað að reyna að vinna gegn því. En það sem ég er að reyna að segja að það er ekki þar með sagt að kynjaskiptingin þurfa að vera svona algild allan daginn. Sko, mér langar að spyrja af hvernig verður svona menning til og hvernig má það vera að hún fái að grassera svona lengi áður en að það óumflýjanlega gerist sem er að gerast núna að það bara sjóði upp úr? Já, sko, það má segja kannski kannski best að vitna bara í franska heimspekingin Foucault sem talar ríkjandi orðræður. Það þýðir að hugmyndir mótast á löngum tíma í aldanna rás og festa sig í sessi og verða svo viðteknar að við hættum að efast réttmæti þeirra. Og þetta ofsalega langur tími og við verðum svona samdauna. Við verðum bara svona eins og fiskurinn í vatninu. Við áttum okkur ekki á að vatnið umlykur okkur. Og þannig í rauninni var það viðtekin hugmynd að karlar þyrftu bara einfaldlega að hafa aðgang að líkumum kvenna. Og hugtaki kvenréttindi var ekki einu sinni til, einungis mannréttindi sem náði gjarnan til hvítra kalla í embættismannastétt. Þannig að líkami kvenna var eiginmanna þeirra og hjónabandi var í rauninni hugsað meðal annars til að tryggja að karlinn geti verið viss faðerni barna sinna. Nauðgun innan hjónabands er bara nýtt. Algjörlega, nauðgun innan hjónabands er frekar ný hugmynd sem sýnir og kristallar þessa hugmynd eign mannsins á líkama eiginkonunnar. Og kynferðislega áreitni er byggð á þessum aldagamlum hugmyndum aðgengi og óskorað valdi við líkama kvenna. Þannig að, já. Svona er þetta bara. Hvernig breytum við þessu?
það eru svona byltingar? Sko, við sjáum náttúrulega birtingamyndirnar af þessum hugmyndum í okkar nútíma. Við vitum til dæmis að við þurfum miklu meira að ræða við unglinga samskipti. Við þurfum að beina sjónum okkar miklu meira að samskiptum og tilfinningum í skólakerfinu. Og þá ekki bara samskiptum innan sama kyns, heldur ekki síður á milli kynja og til þess að takast á við þessar gömlu staðalmyndir og hugmyndir sem krauma undir yfirborðinu. Já, ég veit til dæmis að nýlega rannsóknir á kynlífsmenningu framhaldsskólanema sýna að stelpur halda að það þurfi að gera hitt og þetta fyrir kærastan til þess að uppfylla ákveðnar hugmyndir. Jafnvel þó þar vilji það ekki og svo framvegis. Þannig að við erum ennþá að kljást við þessa hugmyndum líkama konunnar sem kannski einhvers konar opinbert fyrirbæri en ekki enga eign. En þetta er eins og þú segir, þetta er svo rótgróið, þetta er svo flókið, þetta hlýtur að kalla á mikla rannsóknir og einmitt eins og þú nefndir áðan kennslu mjög víða, kannski ekki endilega bara í kennarastéttinni heldur líka, eða kennaranáminu heldur líka kannski bara... Já, við erum sko með nýtt nám sem heitir foreldrafræðsla og það eru náttúrulega heilmiklir möguleikar á að þegar við erum búin að vinna frekari rannsóknir á þessu sviði að hjálpa foreldrum til að takast á við þennan veruleika. Já. Hvaða áhrif hefur það á þessa ungu drengi að alast upp í svona samfélagi? Eigum við að tala einhvern veginn öðruvísi við þá heldur en stelpurnar þetta til dæmis sem hitt kynhegðun og virðingu við hitt kynið og svo framvegis? Það er nefnilega góður punktur, sko. Við tölum miklu minna við þá þessi atriði og það hefur sýnt sig í rannsóknum að það er einhvern veginn, það er minna eftirlit með þeirra kynhegðun og í rauninni hvað þeir eru að gera í frítíma sínum heldur en hjá stelpum. Rannsóknir og greining hafa einmitt varpa ljós á þetta. Þannig að við þurfum einhvern veginn að skapa kannski meira jafnrétti í umræðinni og í því hvernig við nálgumst þessa hluti. En svo má ekki gleyma því að strákar eru mjög margbreytilegur hópur og það er auðvitað fullt af strákum sem fá frábært uppeldi í þessum atriðum og þannig við þurfum líka að passa okkur á alhæfingunum í þessu sambandi. Það getur líka verið svolítið erfitt fyrir drengi að einhvern veginn að sitja undir þessari orðræðu þá drengi sem þetta á ekki við Þannig og sama má segja stelpur. Við þurfum bara að muna eftir því. Mig langar að spyrja þig að því að nú ertu fræðimaður á þessu sviði. Hefur þú persónulega trú á því að svona byltingar eins og eiga sér stað, öll þessi umræða, að þetta muni skila einhverju stórkostlega sér til frambúðar? Sko það fer náttúrulega algjörlega eftir því hvernig við bregðumst við. Nú trúið því margir að búsáhaldabyltingin myndi færa okkur nýjar leikreglur í viðskiptalífinu. Að mínum mati hafa þær ekkit breyst gríðarlega mikið og þetta felst meðal annars í því að við erum ekki eingöngu að fást við íslenskan veruleika, heldur alþjóðlega og einnig því að byltingar lognast út af því sögulegu arfurinn sem ég nefndi áðan, hann er bara svo sterkur, hann kraumar undir niðri áður sem við tökum eftir í, við erum samdauna. Þannig að við þurfum að vera á vaktinni og hugmyndir karlmennsku og kvenleika, þær marka möguleika fólks allsstaðar í heiminum, ekki bara hérna í Íslandi. Og fræðasamfélagið þarf að vera í fararbroddi til að taka þessi mál mun fastari tökum og fá líka svigrúm til þess frá stjórnvöldum og þeim aðilum sem eru með fjárveitingavaldi. Er þetta bara örstutt í lokin, er þetta áhugavert fyrir ykkur fræðimenn að rannsaka svona mál eftir svona svona mikla sprengingar eins og verða? Það er gríðarlega áhugavert og það er strax komin hópur fræðimanna sem er að fara að skoða þessar MeToo sögur með fræðilegum linsum til þess að átta sig á betur á inntækinu og hvaða svona menningabundnu hugmyndir hafa mótað þetta allt saman. Já. Berglind, takk kærlega fyrir komin og gangi ykkur vel með þetta. Takk. Ég ætla að sýna núna viðtal við Tim og Ray sem að koma frá ICAN, alþjóðasamtökum útrýmingu kjarnorkuvopna og friðarverðlauna hafa Nóbels.